Já, komið sæl. Ég heiti Halldór og mun fjalla eitthvað sem mér finnst afskaplega skemmtilegt og það er vísindaskáldskapur. Og mun reyna að tengja það við veraldaríkju. Hvað sögur þetta skilgreina sem vísindaskáldskap? Margir hafa reynt að skilgreina þetta nógu vel en illa tekist. En þó virðast flestir geta bent á vísindaskáldskap þegar þeir eru spurðir. Hugsanlegt dæmi vísindaskáldskap er eitthvað sem gerist í geimnum, er með geimskip og mikill háþráðri tækni eins og Star Trek. Samhliða heimar og hliðstæðir veruleikar koma líka til greina, en allt þetta gæti gerst í nútíðinni eða jafnvel fortíðinni, þó að framtíðin sé ofta sögusviðið. Skilgreining Isaac Asimov hljómar svona: vísindaskáldskapur er eina tilbrigði bókmennta sem íhugar stöðugt eðli þeirra breytinga sem við horfumst í augu við, hugsanlegum afleiðingum og mögulegum lausnum. Sá ángi bókmennta sem er umhugað áhrif vísindalegar framrásar á mannkynið. Þessi skilgreining er alls ekki tæmandi en við látum hana duga í bili. Vísindaskáldsögur hafa það yfir venjulegar skáldsögur að höfundur getur hent öllum viðteknum venjum út gluggann á trúverðugan hátt. Aðrir hnettir með furðulegum verum og furðulegum venjum, en oftast eru þessar venjur og þessar verur ekki fjarri þeim sem við þekkjum, annars væri sagan lítt áhugaverð. Í Star Trek er þetta grunnþemað. Áhöfn stjörnuskipsins Enterprise fer þangað sem enginn maður hefur farið áður og uppgötvar nýtt líf og nýja menningarheima, slagorð sem flestir þekkja. Ég mun fjalla þessa 4 vísindaskáldsagna höfunda sem eru líka húmanistar og hafa verið mjög áhrifamiklir bæði í sinni samtíð og allt til dagsins í dag. Carl Sagan er reyndar þekktari sem almennur fræðari og geimvísindamaður frekar en vísindaskáldsagna höfundur, en vegna áhrifa hans þá hef ég hann með. Hérna er stuttur listi yfir aðra húmanista og vísindaskáldsagna höfunda. Ég ætla ekki að fara eitthvað sérstaklega í það en vildi bara nefna Robert Heinlein, en hann er sagður vera einn af þessum 3 stóru ásamt Isaac Asimov og Arthur C. Clarke. Já, reyndar að Rod Serling, hann bjó til Twilight Zone og hafði mikil áhrif á samtíma sinn ásamt því að hafa áhrif á tilurð Star Trek þáttarins. Og þarna eru fleiri vísindaskáldsagna höfundar. Ég vildi bara setja þarna upp á vegna þess að þetta eru allt nokkuð góðir höfundar. En ég ætla ekki að tala það sérstaklega. Eugene Wesley Roddenberry, hann bjó til Star Trek, sem er náttúrulega mekka vísindaskáldsagna, allavega hjá sumum. Hann sagðist ekki verið húmanisti opinberlega fyrir 1986, þar sem hann hefur kennt að mikill heiðarleiki getur komið hann í koll. Brannon Braga, sem vann sem framleiðandi og handritshöfundur fyrir Star Trek, sagði að Gene hefði tekið það sérstaklega fram við alla handritshöfunda sem unnu við Star Trek að ekki mætti vera nein trúarbrögð eða dulspeki í þáttunum. Það reyndar tókst ekki alveg hjá honum, en það kom bara út ágætlega. Og þarna er hann með konunni sinni Marshall Barrett sem lék í upprunalegu þáttunum og var svo röddin fyrir tölvuna í nýju þáttunum. Það sem einkenndi Star Trek var hinn bjarta og frábæra framtíð mannkyns og hægt að segja að allir menn hafi verið húmanistar. Gene sagðist líka hugsa sér að þannig yrði framtíðin og betri fyrir vikið. Orðtakið óendileg fjölbreytni í óendilegum samsetningum vísa til óendilega mismunandi tilbrigða af greind í alheiminum og óendilega margar leiðir fyrir þær að koma saman á hagstæðan hátt. Þetta er eitthvað sem vulkanar sögðu og er hugsanlega til að sporna gegn umburðarleysi, en það var mjög ábyrjandi á 7. áratugnum. Punkturinn yfir var síðan ótrúlegu fjölbreytileiki áhafnar stjörnuskipsins Enterprise, svört kona, Rússi, Skoti, Japani og hálf geimvera. Allir að vinna saman að lausn þeirra vandamála sem komu upp. Allt þetta var mjög framúrstefnulegt árið 1967. Það að hafa svarta konu var líka mjög þýðingarmikið fyrir jafnréttishreyfingu svartra í Bandaríkjunum
og Martin Luther King var sagður hafa hvatt Nichelle Nichols til að vera áfram í þáttunum vegna þess að hún var hvatning fyrir ótal marga. Hún vildi reyndar hætta vegna þess að hún hafði eitthvað minna hlutverk en hún ætlaði sér. Whoopi Goldberg sagðist að vilja verða leikkona vegna Nichols, en þegar hún var lítil og byrjaði að horfa á Star Trek hoppaði hún upp og hljóp að gæti og sagði: Mamma, það er svört kona í sjónvarpinu, hún er svo engin þerna. Kalda stríðið og Víetnamstríðið náðu hámarki þegar Star Trek var sýnt og þau málefni voru tekin fyrir ásamt mörgum öðrum umdeildum efnum. En það frábæra við vísindaskáldskap er að það er raun auðveldara að fjalla umdeild málefni, sérstaklega ef maður vill sleppa friðskoðun. Allt í allt þá hefur Star Trek verið ótrúleg hvatning fyrir ótal marga allan heim og það er líka marga góðar fyrirmyndir í þáttunum. Og fyrir mitt leyti þá er ég líklega betri manneski eftir allt Star Trek áhorfið. Það er líka mikil hugar á að hugsa til þess að mannkynið getur leyst úr sínu vanda í framtíðinni og komið saman í sátt og samlyndi. Isaac Asimov, hann var doktor í lífnafræði og ótrúlega afkastamikill rithöfundur, bæði sem fræðari og sem skáldsagnahöfundur. Hann skrifaði og ritstýrði yfir 500 bókum og yfir 9000 bréfum. Öll hans skrif spanna 9 af 10 flokkum Dewey-kerfisins en hann var mjög duglegur við að skrifa almennar vísindabækur, sérstaklega eftir Sputnik, en hann vildi ekki að Bandaríkin myndi dragast aftur úr keimkapphlaupinu. Hann er frægur fyrir að búa til alveg ný orð og robotics fór í almenna notkun og er nafn á heilli fræðigrein. Psychohistory er þegar að spá framtíðina verður nákvæmari því fleiri fólk sem er inn í spánni. En það er megin þema í Foundation-seríunni. Positronic orðið hefur verið notað í öðrum vísindaskáldsögum eins og Data í Star Trek The Next Generation, en hann er með positronic heila. Og það er Isaac Asimov gefið þann heiður að þeir notið þetta. Hann er auki frægur fyrir hinnar 3 reglur til að hindra að vélmenni skaði menn. Ég get ekki farið í ítarlega í verk hans en ég ætla að taka fyrir eina sögu en hún er sögð vera eina hans bestu ef ekki hans besta. Þetta er smásaga og birtist fyrst árið 1941. Sögusviðið er pláneta sem hefur 6 sólir, eina venjulega eins og okkar og 5 aðrar sem eru frekar langt í burtu en nóg stórar til að gefa mikla birtu og hita. Vegna allar þessar sóla verður aldrei myrkur á plánetunni. Fólki þekkir það ekki. Sögur herma þó að á 2050 ára fresti farist öll menning í stóru báli. Allt mun brenna. Sérstakar trúarreglur tilbiðja stjörnur sem enginn hefur séð en eiga að koma með heimsendinum. Vísindamenn þessara plánetu hafa náð að reikna út að þessi pláneta hefur tungl og þetta tungl muni skyggja á einu sólina sem verður á lofti vegna sérstakar röðunar sólina með plánetuna þennan eina dag. Enginn hefur séð tunglið þar sem alltaf er mikil birta. Fólki er vissum að þegar stjörnurnar birtast munu allir brjálast, hvort sem þeir vilja það eða ekki. Það gefst í miður ekki tíma til að yfirvinna þessa hjátrú, hræðslu og fáfræði og trúarreglunar gera illt verra. Á endanum er allt brennt til að fá birtu, svo að myrkrið og stjörnurnar ná ekki yfirhundinni. Tilvitnun eftir Asimov passar mjög vel í söguna. Mannkynið hefur stjörnurnar í sinni framtíð og sú framtíð er of mikilvæg til að tapast undir byrðum barnalegar fásinu og tregrar hjátrúar.